Aðeins 10 mega koma saman næsta mánuðinn með ýmsum undanþágum samkvæmt nýjum sóttvarnareglum sem taka gildi á fimmtudag. Sundlaugar verða opnaðar að nýju og fleiri mega vera í verslunum í einu. Kaupmenn fagna breyttum sóttvarnareglum og vonast til þess að biðraðið við verslanir styttist. Veitingamenn eru hins vegar ósáttir og segja að jólavertíðinni hafi verið aflýst. Þáttaskil urðu í baráttunni við kórónuveirufaraldurinn í dag þegar almenn bólusetning hófst í Bretlandi. Nýræð kona sem fékk fyrsta skammtinn hvetur alla til þess að láta bólusetja sig. Jón Þór Hauksson lét í dag af störfum sem landsliðsþjálfari kvennalandsliðs Íslands í fótbolta. Hann segist stoltur af árangri sínum í liðið en stígi til hliðar þar sem ljóst sé að hann njóti ekki fulls trausts innan landsliðshópsins. Heimsbyggðin minnist þess í dag að 40 ár eru liðin frá því að John Lennon var myrtur fyrir utan heimili sitt í New York. Hann var þá fertugur að aldri. Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra hefur samþykkt tillögu sóttvarnalæknis að nýjum sóttvarnareglum og taka þær gildi á fimmtudag. 2 metra reglan gildir áfram og ekki mega fleiri en 10 koma saman næsta mánuðinn. Ljóst því að jólahald í ár verður ýmsum takmörkunum háð en nokkrar breytingar eru gerðar frá núgildandi reglum. Allar verslanir með að taka við 5 manns á hverja 10 fermetra en mest 100 manns. Sundlaugar opnað 9 fyrir helming leyfilegs hámarksfjölda. Veitingastæðir með að taka á móti 15 manns og opnunartími verður lengdur til klukkan 10. Æfingar fullorðinna eru heimilar í íþróttum innan ISÍ í efstu deild. 50 með að koma saman við útfarir og 50 gestir með að fara í bíó og sækja sviðslista og menningarviðburði þar sem alltaf 30 með að vera á sviði. Þá verður fjölda og nálaðartakmörkun og grímuskylda afnumin hjá börnum undir 15 ára aldri. Fyrirkomulag skólastarfs verður að mestu óbreytt en leikskólum verður kleift að aðlaga starfsemi sína betur yfir hátíðarnar og háskólar og framhaldsskólar mega opna lestrarrými fyrir alltaf 30 nemendur. 10 manna takmörkun snýst í raun og veru það sem við erum að gera sjálf í okkar persónlega rými, samkomur sem við erum sjálf að skipuleggja. Og þar erum við í raun og veru bara að mælast til þess að við séum með þessa 10 manna búblu að við ákveðum svolítið hverjir eru þessi 10 sem við erum að umgangast mest. Nýju sóttvarnareglunar taka gildi á fimmtudag og gilda lengur en síðustu breytingar eða í rúmar 4 vikur. Ef við værum með 2 vikna gildistíma þá myndum við vera væntanlega með viðtal við blaðamenn og væntingar minnisblöð á aðfangadag. Þannig að ég held að við áttum okkur öll að því að miða við þá stöðu sem við erum núna þá sé gott að vera með aðeins lengri tíma en eins og alltaf að þá gætum við tekið ákvarðanir fyrr bæði til herðingar og slökunar, það hefur við oft gert áður. Harðar takmarkanir séu enn nauðsynlegar því við séum á viðkvæmum stað í faraldrinum. Við vitum það líka á þessum árstíma þá ferðast fólk mjög mikið á milli heimila og landsluta og svo framvegis til þess að skiptast á jólagjöfum og heilsast og á aðvendunni. Þannig að við þurfum að hafa sérstaklega varan á núna. Þetta sagði heilbrigðisráðherra eftir ríkisstjórnarfund í morgun. Reglugerð ráðherra að mestu leyti í samræmi við tilmæli sóttvarnalæknis. Það eru auðvitað skiptar skoðanir málið. Sumir eru sáttir en aðrir telja að hægt hefði verið að ganga lengra. Við leituðum viðbragða hjá hagsmunaaðilum í dag og við skulum heyra hvað þeir höfðu málið að segja. Þessar reglur sem hafa verið í gildi að undanförnu hafa mjög hamlað starfsemi verslana núna á þessum annatímum. Í því ljósi eru þessar ákvarðanir sem að kynntar voru núna í hádeginu og taka gildi á fimmtudaginn mjög ánægjulegar og breytir öllu fyrir bransann. Kemur þetta til með að draga úr biðröðum sem hafa verið að myndast fyrir fram að verslanir? Já, tvímælalaust og það er einmitt það sem við hefum verið að benda á og máli okkur til stuðnings. Við hefum haft áhyggjur af því að það sé mun meiri smithætta í biðröðum í alls konar veðri fyrir utan verslanir heldur en inn í vel loftræstum rúmgóðum verslunarrýmum. Líkamsræktarstöðvar hafa verið lokaðar frá því í byrjun októbermánaðar og þær verða áfram lokaðar að minnstakosti til 12. janúar. Þetta er mikið áfall. Þetta er sjokk. Ég átti ekki vona á því að þetta er gefið út til þetta langs tíma núna. En hvað veit maður?
auðvitað maður ósáttur en þetta faraldur sem við erum öll að berjast í og maður tekur þátt og manni finnst erfitt að skilja hluti sem maður skilur ekki, eðlilega, og þegar maður fær ekki rökin þá á maður erfitt með að taka svona ákvörðunum en eins og ég segi, ég ekki sérfræðingur. Veitingamenn segja að breytingar úr 10 manna takmörkunum í 15 breyti litlu sem engu. Það blasa eiginlega þannig við okkur að desembervertíðinni þannig sé bara aflýst eins og hún hefur verið venjulegast. Við þykjum með þökkum alla þá traffík sem kemur núna og sem betur fyrir þá erum við hérna á Laugaveginum með göngugötuna og traffíki hérna undanfarna daga hefur verið frábær. En aftur, við getum svo sem ekki tekið við mörgum og það kannski ekkert að bætast við mikið núna. 15 úr 10 svo sem alveg stökk en hérna þegar við horfum á stórmyndina þá þetta ekki mikill munur. Áfram verður lokað á krám og skemmtistöðum. Þetta bara gríðarleg vonbrigði fyrir alla bar- og kráareigendur og við vorum að búast við því að fá að opna og fá kannski að hleypa inn 10-20 manns til okkar allavega en það virðist vera að það allir eiga gleðileg jól nema bar- og kráareigendur, þannig að við óskum öllum öðrum bara gleðilega jóla. Heldur að mörgum stöðum, skemmtistöðum þar að segja, verði lokað svona á næstu vikum og jafnvel í janúar vegna bara erfiðs rekstrar ástands? Já, þetta gríðarlega erfitt því við vorum að borga til dæmis bara desemberuppbót og annað slíkt, samt erum við með lokað og ég veit ekki betur en það koma launahækkanir núna áramótin og það verður samt lokað hjá okkur og við þurfum að mæta þessu og þannig að ég vona nú að ég vil aðeins fara að hugsa sér gang og gefa smá gríð, ég vona það. Já, það eru vissulega skiptar skoðanir þær breytingar sem nú hafa verið kynntar en eitt liggur fyrir, sundlaugar verða opnaðar á ný og þá stóra spurningin, eru sundlaugar starfsmenn tilbúnir að taka á móti gestum á ný? Já, það allir klárir og þetta ekki fyrst skipti, við tókum þetta nú svona í vor, í maí, það þurfum að opna eftir langt stopp. En við erum búin að fá smá svona upphitun. Það búið að vera undanförnu skólasund, það búið að vera æfingar fyrir 15 ára og yngri, þannig að það í rauninni allt klárt. En við opnum náttúrulega með takmarkunum. Hvernig verða þessar takmarkanir og hvernig munu það til að mynda hafa áhrif hér í Laugardalnum? Já, við fáum að taka 50% af þeim hámarksfjölda sem okkur leyfilegt að hafa og hér í Laugardalnum getum við tekið samt sem áður þá á móti 350 gestum á hverjum tíma og þetta í lögunum hjá okkur í Reykjavík, það alveg frá svona 110 og upp undir 200 gestir sem geta verið á hverjum tíma en svo náttúrulega takmarkanir líka varðandi 2 metra reglu sem við þurfum að framfylgja. Verða það þá ennþá, getur fólk notast við búningsklefar sem eru til staðar hér? Já, það getur notast við búningsklefana. Hvað gerir þið ef að myndast biðraðir? Já, síðast þegar við opnuðum eftir þetta langa stopp og vorum með þessar takmarkanir, þá mynduðust raðir alveg á ákveðnum tímum, en að öllu jöfnu þegar komið fram, langt fram í desember, þá hefur nú alltaf aðeins dregið úr aðsókn. Nú erum við til dæmis ekki með ferðamenn í þeim mæli sem við höfum verið með undanförnu, en það gætu alltaf myndast einhverjar raðir, það alveg ljóst. Og við erum alltaf búin að vera með lokað í ansi langan tíma, við erum búin að vera með lokað í heildina í 120 daga á þessu ári. Þetta eru komnar 17 vikur. Og gott að vita til þess að þið séu að opna á ný. Takk hérlega fyrir þetta og við látum þessu lokið. Já, takk fyrir það, Höskuldur Kári. Einn lést í gær af völdum COVID-19. Alls hafa 28 látist úr sjúkdómnum hér á landi, þar af 18 í yfirstandandi bylgju. 8 greindust með veiruna í gær, helmingur þeirra var í sóttkví. 3 greindust við komu til landsins, 261 nú í sóttkví og 187 í einangrun. Bólusetning við COVID-19 hófst í Bretlandi í morgun og fyrstu 800.000 skammtarnir verða gefnir á næstu vikum. Dagurinn sagður marka þáttaskil í baráttunni við heimsfaraldurinn. Sama dag og fjöldi smita fór yfir 20 milljónir í Evrópu, fékk hinn nýraða Margaret Keenan fyrsta skammtinn af bóluefni Pfizer og BioNTech þegar bólusetning hófst í Bretlandi snemma í morgun. It was fine. I wasn't nervous at all. It was really good, yeah. And it's the best thing that's ever happened at the moment. So please go for it. That's all I say, you know. If I can do it, well, so can you.
80 ára og eldri, starfsfólk hjúkrunarheimila og heilbrigðisstarfsfólk í framlínu í forgangi þessa fyrstu daga bólusetningar. It's amazing to see the vaccine coming out. It's amazing to see this tremendous shot in the arm for the entire nation, but we can't afford to relax now. We're not there yet. We haven't defeated this virus yet, and it's very important for people to understand. Og forsætisráðherrann talaði beint til þeirra sem hafa efasemdir ágæti bólusetningarinnar. I know that there are loads of people who count themselves anti-vaxxers. That's totally the wrong approach. It's safe, it's the right thing to do. It's good for you and it's good for the whole of the country. Hvergi í Evrópu hafa fleiri látist úr COVID-19 en í Bretlandi, yfir 60.000 manns, og staðfest smit eru komin yfir 1,7 milljónir. Róðurinn hefur því verið þungur og það var óneitanlega léttara andrúmsloft á heilbrigðisstofnunum Bretlands á þessum sögulega degi í dag. I think that any of us who were around in March or April would have given anything to think that we would be at this point where we have an incredibly effective vaccine. It's an absolute turning point for everyone. Já, dagurinn í dag sagður marka tímamót í baráttunni við faraldurinn. Hér á landi stefnt að því að bólusetning hefjast í byrjun næsta árs. Hjá mér Magnús Gottfreðsson, yfirlæknir og prófessor í smitsjúkdómum. Já, hversu stór áfangi þetta að Bretar hefji almenna bólusetningu? Jú, þetta mjög gleðilegur áfangi og merk tímamót. Þarna vonandi upphafið á því að kveða þennan vágest í kútinn. Og þetta líka sögulegt vegna þess að þarna verið að nota nýja tegund af bóluefni sem hefur lofað mjög góðu í rannsóknum og loksins komið leyfi fyrir notkun þessa bóluefnis í Bretlandi. Og þið fylgjast væntanlega grannt með framkvæmdinni hjá Bretunum? Já, við gerum það og í raun og veru eru alltaf nýjar upplýsingar að koma fram nánast daglega, þannig að það mjög mikilvægt að fylgjast vel með því. Já. Leiðbeiningarnar þar segja að þungaðar konur og konur sem huga að barneignum eigi að bíða með að láta bólusetja sig. Verður slíkt gefið út hér? Það líklegt að það verði beðið aðeins með að bólusetja barnshafandi konur og það mjög algengt í framkvæmd eins og þessari. Það sem að ræða nýtt lyf eða nýtt efni og menn vilja sýna aðgát og þessi varúðarsjónarmið eru mikilvæg þegar þessi hópur á í hlut. Takk fyrir þetta, Magnús. Nú í dag ræddum við íslenskan svæfingalækni sem starfar á sjúkrahús í Lundúnum og spurðum hann hvort að andrúmsloftið innan heilbrigðiskerfisins væri örlítið betra í dag en í gær. Þetta auðvitað tímamót í dag, en samt má bjartsýnin ekki láta okkur hætta að gera það sem við gerum og við erum ekki komin út úr þessu. Það var voðalega mikið talað þetta í morgun, fær fyrstu bólusetningarnar. Helgi segir að mars og apríl hafi verið sérstaklega erfiðir fyrir heilbrigðiskerfið. Álagið var mikið og því sé þessi dagur vonandi byrjunin á endalokum faraldursins. Ég vona það og það bara voðalega gott fyrir okkur, finnst mér að Bretland hafi verið fyrsta landið til þess að byrja svona bólusetningar herferð og við erum auðvitað stolt af því. Það margt annað farið úrskeiðis hjá okkur, þannig að það voðalega gaman að hafa eitthvað sem hefur ekki farið úrskeiðis. Og ég verð voðalega ánægður að vera partur af því. Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, verður gestur Sigríðar Hagalín Björnsdóttur í Kastljósi hér á eftir. Þau ætla að ræða nýju sóttvarnareglurnar, horfur með bólusetningu og jólahald í skugga faraldursins. Ríkið hefur ákveðið að áfrýja niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur ólögmæti uppgreiðslugjalds Íbúðalánasjóðs. Fjármálaráðherra segir eðlilegt að láta reyna á dóminn þar sem miklir hagsmunir séu í húfi. Hann segir hörmulegt að fólk hafi verið læst inn í viðskiptum við sjóðinn. Fjölskipaður héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu síðustu viku að Íbúðalánasjóði hefði verið óheimilt að krefjast þóknunar fyrir uppgreiðslu lána. Sjóðurinn bauð upp á lán með ákvæði uppgreiðslu þóknun á árunum 2005 til 2013. Málið getur því haft fordæmisgildi fyrir þúsundir lánþega sem voru eða eru með svipað ákvæði í sínum lánasamningi. Ég held að það sé ekki verjandi annað en að láta Efradómstig fjalla þessi risastóru álitamál. En það sem ég finnst erfitt í þessu máli hins vegar það að það eru svo miklir hagsmunir undir hjá svo mörgum
að það er líka langur tími liðinn frá því að mörg þessar lána voru gerð upp. Þannig að það er dálítið erfitt að vera að draga það á langinn, en það er í raun og veru engin önnur niðurstaða tæk fyrir ríkissjóð en að fá Efra-dómstig til þess að fjalla þessi álitamál og fá þá bara niðurstöðu þar sem að menn þurfa að sætta sig við. Eftir atvikum gæti það endað í Hæstarétti, en það er í raun og veru eina leiðin sem við höfum til þess að fá endanlega niðurstöðu í þetta mál. Þegar hafa verið innheimtir 5,2 milljarðar í sambærilegum uppgreiðslu þóknunum og ógjaldfallin uppgreiðslugjöld virkra lána 3 milljarðar. Gjöldunum var ætlað að mæta kostnaði sjóðsins af uppgreiðslu lána. Fram kemur í tilkynningu frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem þjónusta lánin að fólk verði áfram rukkað uppgreiðslu þóknun þangað til niðurstaða Landsréttar liggur fyrir. Og það er líka óskiljanleg niðurstaða að fólk þurfi að vera læst inni í viðskiptum við sjóðinn sem átti að bjóða bestu mögulegu kjör og að fólk vilji endilega komast þaðan úr viðskiptum en fá ekki að gera það nema með því að greiða milljónir í þóknanir. Auðvitað er þetta allt saman algjörlega vonlaus niðurstaða sem er algjör hörmungur raun og veru. Knattspyrnusamband Íslands og Jón Þór Hauksson hafa komist að sameiginlegri ákvörðun að Jón Þór hætti sem landsliðsþjálfari kvennalandsliðsins í knattspyrnu. Í yfirlýsingu frá Jóni Þór segir að hann hafi brugðist sem þjálfari liðsins þegar hann ræddi frammistöðu einstakra leikmanna undir áhrifum áfengis í gleðskap eftir að liðið hafði tryggt sér sæti á EM. Í yfirlýsingu frá KSÍ eru Jóni Þór þökkuð vel unnin störf. Segi jafnframt að það sé rétt skref að hann stígi til hliðar með hagsmuni liðsins að leiðarljósi. Nánari fjallað málið í íþróttafréttum hér á eftir. Meirihluti fjárlaganefndar gerir breytingartillögur við fjárlagafrumvarp næsta árs upp á 55 milljarða króna. Kórónuveirufaraldurinn setur mark sitt á tillögurnar og vegur þyngst. Minnihlutinn gagnrýnir að ekkert viðbótar fjármagn sé til öryrkja og aldraðra og reiknar ekki með stuðningi stjórnvalda við breytingartillögur sínar. Fjárlaganefnd Alþingis afgreiddi fjárlagafrumvarp næsta árs úr nefndinni í gærkvöld en samkvæmt starfsáætlun hefði önnur umræða átt að fara fram fyrir 2 vikum. Nú eru gerðar breytingartillögur sem ekki hafa sést síðan í efnahagshruninu. Þetta markast mjög af ástandinu og COVID og þetta eru óvenju umfangsmiklar og mikill fjöldi af breytingartillögum. Þetta eru 55 milljarðar. Og það eru þetta ber hæst viðspyrnustyrkirnir sem eru 20 milljarðar af því. Framlengja á hlutastarfaleiðina 5 milljarðar fara í verkefnið Nám er tækifæri og síðan eru það kaupa á bóluefni. Hvað gerir þið ráð fyrir miklum fjármunum til kaupa á bóluefni? Þetta er 1,5 milljarður inn á fjárlögum. Sko bara frá fjárlögum til þessa frumvarps, síðustu fjárlögum, að þá erum við að tala 125 milljarðar. Þannig að við erum komin í 180 milljarðar sem er meira og minna COVID-tengt. Willum segist gera ráð fyrir því að umræðan verði á 50 og föstudag og svo atkvæðagreiðslur í kjölfarið. Viðbúið er að minnihluti nefndarinnar skili sér álitum og fjölmörgum breytingartillögum einnig. En það sem vantar er að það er ekki sett neitt til viðbótar til öryrkja og eldri borgara umfram það sem kemur vegna fjölgunar í þeim hópi. Þá er sömulegs ennþá haldið í aðhaldskröfu á sjúkrahús, á skóla og hjúkrunarheimili á tímum COVID. Ágúst Ólafur sem situr í fjárlaganefnd er hins vegar ekki vongóður að fjölmargar breytingartillögur hans nái fram að ganga. Þá virðist vera lenska í þessu húsi. Ef góður hluti koma frá stjórnarandstöðunni, þá fellir meira hluti það undanbragðalaust. Þessi skotgrafahernað er alveg ömurlegur, ekki síst á tímum neyðarástands og tímum heimsfaraldurs. 40 ár í dag frá því að Beatlinn John Lennon var myrtur í New York. Hans hefur verið minnst víða heim í dag. Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment in New York. The alleged killer is an unemployed security guard and printer who had lived in Hawaii. I heard shots. I didn't realize there were shots until after I saw the police car. I mean, you just kind of, hear them. It was 2 minutes of time I got there. They brought out Lennon. He was limp. He had blood coming out the side of his mouth. He had his glasses on, and there were maybe 5 or 6 police officers holding him. Straps á einnig þegar morðinginn Mark Chapman var handtekinn en hann situr enn í fangelsi fyrir morðið. Fjöldi fólk safnaði saman fyrir utan Dakota fjölbýlishúsið þar sem morðið var framið nokkrum klukkustundum síðar. Lennon var áhrifamesti tónlistarmaður síns tíma, ekki einungis með tónlist sinni heldur friðarboðskap sem hann flutti stöðugt ásamt Yoko Ono konu sinni.
Morðsins hefur verið minnst víða heim í dag með blómum og kertum meðal annars. Veðurspá kvöldsins. Lægð suðvestur í hafi nálgast landið með vaxandi austanátt sunnan og vestanlands en mun hægari norðaustan til á landinu. Norðaustan 10 til 18 metrar á morgun, hvassast sunnan og vestan til. Úrkomubakki úr austri kemur inn á Austurland á morgun með snjókomu eða slyddu en úrkomu lítið verður vestanlands. Hiti breytist lítið en svo fer hlýnandi seint á morgun. Það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem ætlar að flytja okkur spána sína þegar að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur sagt okkur íþróttafréttir kvöldsins. Leit hafin að nýjum landsliðsþjálfara kvennalandsliðs Íslands í fótbolta eftir að Jón Þór Hauksson lét af störfum í dag. Flest íþróttafólk innan ISÍ ætti að geta hafið æfingar á ný á fimmtudag. Og riðlakeppni Evrópumóts kvennalandsliða í handbolta lýkur nú í kvöld. 2 leikjum lokið í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Í lokin helstu fréttir dagsins aðeins 10 mega koma saman næsta mánuðin með ýmsum undanþágum samkvæmt nýjum sóttvarnareglum sem taka gildi á fimmtudag. Sundlaugar verða opnaðar að nýju og fleiri mega vera í verslunum í einum. Kaupmenn fagna breyttum sóttvarnareglum og vonast til þess að biðraðið í verslanir styttist. Veitingamenn eru hins vegar ósáttir og segja að jólavertíðinni hafi verið aflýst. Þáttaskilurðu í baráttunni við kórónuveirufaraldurinn í dag þegar almenn bólusetning hófst í Bretlandi. Nýgræð kona sem fékk fyrsta skammtinn hvetur alla til þess að láta bólusetja sig. Jón Þór Hauksson lét í dag af störfum sem landsliðsþjálfari kvennalandsliðs Íslands í fótbolta. Hann segist stoltur af árangri sínum með liðið en stigi til hliðar þar sem ljóst sé að hann njóti ekki fulls trausts innan landsliðshópsins. Heimsbyggðin minntist þess í dag að 40 ár eru liðin frá því að John Lennon var myrtur fyrir utan heimili sitt í New York. Hann var þá 40 ára aldri. Næstu fréttir verða klukkan 10 í kvöld og það eru alltaf fréttir á RÚV.is allan sólarhringinn. Við minnum einnig á hið handhæga RÚV-app fyrir snjalltæki. Þessum fréttatími lokið, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hjálp til sjálfshjálpar er fræðslu og heimildamynd hjálparstarf kirkjunnar sem fagnar 50 ára starfsafmæli í ár.